til Ameríku. Bretar byrjuðu að flytjast til Norður-Ameríku strax árið 1620. En það var þó ekki fyrr en á 19. öld sem fólk fór að streyma þúsundum saman frá öðrum löndum í Evrópu til Vesturheims eða Nýja heimsins, eins og Ameríka var oft kölluð. Á tæpum 7 áratugum frá 1846 til 1914 fluttust 52 milljónir Evrópubúa vestur Atlantshaf til Ameríku. Hlutfallslega flestir fóru frá Írlandi, meðal annars vegna þess að það var hungursneyð sem leiddi af sjúkdómi í kartöflum sem var þar árið 1845 og þá dó mikið af fólki bara úr hungri því það ekki nú að borða. Meðal Norðurlandabúa fluttust flestir Norðmenn vestur með við höfðatölu 800.000 manns. Þá voru Norðmenn í heild á bilinu 1,3 upp í 2,4 milljónir, þannig að þetta var nú tiltölulega stór hluti af íbúunum í Noregi.